Gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég verð bara að segja ykkur, ég sit á þessu borði hérna með honum Lukas Ilves, sem talar hérna á eftir og það er bara umbreyting að eiga sér stað hérna á borðinu. Ég ætla að segja ykkur hvað hann er að gera. Hann er að búa til app sem að þýðir jafnóðum það sem við erum að segja hér yfir á eistnesku, svo hann getur skilið það sem við erum að segja. Hann er bara að hakka þetta núna, sko. Gjörsamlega magnaður. Heyrðu, svona er þetta, það þarf bara eina mannesku. Og í mínum huga þá byrjar umbreytingin nákvæmlega svona. Hún byrjar hjá okkur. Og umbreytingin er ekki að gera hlutina aðeins betur, hún er að gera það sem er annað en þægilegt. Hún snýst ekki skort á getu, hún snýst vilja. Og ég fæði taka þetta svona út frá persónulegri nálgun og horfa á líf mitt í gegnum sömu gleru og við horfum á framtíð jarðar, að þá blasir við ein staðreynd og hún er sú að meðallífaldur íslenskra kvenna er 90 ár. Og það þýðir, ég er 48 ára, það þýðir að öllum líkindum á ég færri ár eftir en ég hef nú þegar lifað. Og þetta er ekki dramatík, kannski smá, en þetta er bara tölfræði. Og þegar maður hugsar þessa staðreynd, þá breytist eitthvað. Hlutirnir verða skýrari, forgangsröðunin einfaldari og afsakanirnar færri. Spurningin er ekki hvað eigum við mikinn tíma eftir. Spurningin snýst hvað ætlum við að gera við þann tíma sem við höfum. Fyrir 10 árum fæddist von þegar þjóðarleiðtogar heimsins tóku ákvörðun að standa saman fyrir framtíðarkynslóðir. Það var komið að vendipunkti og umbreyting var nauðsynleg. Vísindin voru þekkt, það nýja á þessum tímapunkti var samstaða. Og er það ekki akkúrat það sem við öll þráum í dag, að ríki heimsins standi saman? Mín tilgáta er sú að það hafi átt sér stað eitt svona vendipunktur núna nýlega þegar að forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, hélt ræðu og tók ákvörðun að segja, heyrðu, ég er hérna fulltrúi meðalstórs ríkis, við erum ekki valdalaus, við höfum völd ef við stöndum saman. Og svo mun bara tíminn leiði ljós hvort að það reynist rétt og þá er að tala að standa saman gegn ofríki hérna stóru þjóða. Þið þekkið eflaust öll Parísarsáttmálann, en hann er einmitt svo gott dæmi þetta, þar sem að 195 þjóðir standa að baki honum og hafa staðið í 10 ár. Þetta er til, við getum staðið saman. Og hann var settur til langs tíma. Án sáttmálans þá stefndi heimurinn í 4 gráðu hlýnun. En með honum hefur þessi sviðsmynd breyst í það bil 2,6 gráður. Og þessi munur skiptir ótrúlega miklu máli. Og ég skal nefna dæmi. Það lítur út fyrir að sjóðandi heitir dagar á jörðinni hafi farið úr 114 dögum í 57. Og þetta þýðir færri dauðsföll, minna álag á heilbrigðiskerfi og minni skaða á vistkerfi. Kannski er erfitt fyrir ykkur hér að tengja við markmið nokkur gráður hlýnun árið 2100. Ég skil það. En þá langar mig að biðja ykkur að líta í kringum ykkur. Því að hér í salnum er fólk sem verður öllum líkindum lifandi þá. Það sem hefur áunnist er raunveruleg breyting á stefnu heimsins. Fyrir 20 árum bjó ég á þessum stað. Þetta er Peking í Kína. Þetta er dagurinn 15. nóvember þegar kveikt er á kolakyndingu í borginni. Rannsóknir sýndu á þeim tíma að lungu 2 ára barns voru eins og lungu hjá manneskju sem hafði reykt í 40 ár. Þetta hefur gjörbreyst. Notkun kola sem orkugjafa dróst í fyrsta sinn saman á liðnu ári og reyndar líka í Indlandi. Og árið 2025 voru skýrar vísbendingar stöðnun og jafnvel samdrátt í losun hjá Kína. Og þessi umbreyting
er drifin áfram af gríðarlegri uppbyggingu endurnýjanlegra orkugjafa. Ég meina, sjá þetta eru fjöll, sko. Það eru bara tugir fjalla í Kína þaktir sólarsellum. Og þeir eru ekki eins og við að rækta lax í vötnum, þeir eru bara að rækta sólarsellur, sko. Þannig að það er alveg magnað að skoða þetta. Og af hverju er nefna þessi dæmi? Það er að þetta skiptir okkur öll mjög miklu máli af því að Kína er enn langstærsti losandi í heimi. En umbreytingin snýst ekki aðeins að forðast skaða, heldur eru fjölmörg tækifæri og mögulega er stærsta tækifærið í að endurskilgreina hvernig við mælum árangur. Þú veist, við erum alltaf að horfa til hluta eins og landsframleiðslu. Auðvitað eigum við að gera það, en eigum við kannski að skoða að horfa á aðra hluti, eins og traust, jöfnuð, seiglu, viðnámsþrótt. Myndi það ekki hjálpa okkur í dag ef að það myndi ríkja meira traust milli þjóða? Elva kom inn á það áðan, en festa á 15 ára afmæli núna á árinu. Og í dag standa tæplega 200 fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og einstaklingar að baki samfélaginu okkar. Og við erum frjáls félagasamtök þar sem einu hagsmunir eru sjálfbærni. Hugmyndin á bakvið festu í sinni einföldustu mynd er að við berum ábyrgð og ákvarðanir okkar skipta máli. Flest vandamál heimsins eru þannig að það gæti reynst freistandi valkostur að vona bara að einhver annar leysi þau og bara sitja hjá, taka engar ákvarðanir, leggja ekkert að mörkum. En við í festu höfum búið til vettvang þar sem við styðjum við hugarfar ábyrgðar og langtímahugsunar í umhverfi þar sem þrýstingurinn er svo mikill á skammtímalausnir. Festa hefur verið leiðandi á sviði sjálfbærni síðan 2011 og er í dag ómetanlegt tengslanett þeirra sem að vilja færa sjálfbærni úr stefnu yfir í framkvæmd. Mig langar sérstaklega að biðja fulltrúana hérna í salnum sem að voru partur af því að stofna festu. Og það eru félögin Íslandsbanki, þeir með byrja að standa upp, sko, Landsbankinn, Landsvirkjun, Rio Tinto, Síminn og Össur. Takk fyrir ykkar framsýni. Þetta er magnað, sko. Og takk þið öll sem hafa fylgt okkur undanfarin 15 ár. Á okkar vettvangi hafa fyrirtæki og stofnanir tekið ákvörðun að leggja sitt af mörkum. Og ég trúi því að í því felist raunveruleg tækifæri. Samfélagsleg tækifæri, menningarleg tækifæri, fjárhagsleg tækifæri. Við viljum eiga viðskipti við fyrirtæki sem við treystum. Og við viljum að fyrirtækin sé ekki að skaða okkar hagsmuni eða samfélagsins til lengri tíma. Ég trúi því að áhersla á sjálfbærni muni aðgreina árangur fyrirtækja í náinni framtíð. Þess vegna segi ég að það eru framsýnir leiðtogar sem eru búin að átta sig á þessu og það vill svo til að fulltrúar þeirra eru hér í salnum. Takk fyrir.